Já, þá fór þó ekki að við næðum minni vitanlega þetta tímabili sigurinn í úrslitaleiknum, hvernig er tilfinningin eftir þetta? Hún er bara óbúslega góð. Það er alls staðar jafn gaman að þjálfa og spila, saman hvaða level það er og ég er alveg rosalega þakklátur að hafa ákveðið að taka þátt í þessu verkefni með Brjáni og Huginn og þeim sem að standa að baki sér hérna. Bara aðeins þannig leik í dag, þetta er svona jafnt framan af hvað slítur á milli liðanna síðan? Já, við erum sennilega svona best mannaða liðið í deildinni sem allavega á kosta þess að fara upp og maður var nú eiginlega bara að halda rósinni. Við vorum bara einfallega pínu svona tens. Svona þegar þeir fundu svona einhvern veginn fyrir í strákarnir að þetta verið leikur þess að þið getu klárað verkefnið og voru svona hikandi. En Kjartan eiginlega sneri sig við hérna í lok fyrri hálfleiks. Náði 2 stolnum boltum og við náðum þarna smá rönni, 13-2 rönni held ég, til að loka hálfleiknum og þá eiginlega var ekkert aftur snúið. Þetta er búið að vera áhugavert tímabil, þeir eru eiginlega búin að vera besta liðið og búin að stefna þess að fara upp, þannig að þetta lítur að vera sérstakur dagur. Já, og það hefur einhvern veginn allt gengið eftir sem við vildum gera. Við vissum alveg að við getum ekki komið inn í aðra deildina og keyrt upp eitthvað prógram þar sem við varum að æfa 4-5 sinnum í viku. Þannig að það eru margir strákarnir sem voru jafnvel hættir í körfubolta, mjög hæfileikaríkir sem þurftu að koma inn í prógram sem byrjuðu hægt. Við erum bara búin að vera svolítið að taka 2-3 æfingar og vera bara svolítið svona léttir á því. En planið var alltaf að byggja þetta upp skref fyrir skref og næsta ári þá ætlum við að fara í aðeins meiri alvöru pakka. Taka fyrstu titillina svona einhverjum krafti. En hvað er svona stefnan? Er planið Dominos eða að stabilisera liðið í fyrstu deild? Hvað er? Já, kannski í þessu umhverfi sem er í gangi núna þá er ég einhvern veginn efins að það sé fjármagn hérna allavega til þess að kýla á Dominos hérna á fyrsta ári. En það er starf hérna nógu öflugt til þess að allavega búið til liðið sem veitir öllum liðum í fyrstu deild verðuga keppni. Og ég held líka að það sé nægur markaður fyrir Álftanes í fyrstu deild og ég held að íslenski leikmenn komi til með að líta þetta liðið hér auga því að hér eru öflugt bakland, skemmtilegur leikmannahópur, það er brjálæðislega aðstaða hérna og ég held að íslenski leikmenn hljóta að vera að leita sér að liða á höfuðborgarsvæðinu þar sem þeir geta aðeins fengið að spreyta sig og spila svona alvöru körfubolta. Og þú hefur hug á því að halda áfram þessu verkefni sem er í gangi hérna? Já, ég finna að mér leið mjög vel hérna síðasta vetur og fyrir mér er þetta bara alvöru verkefni og eins og segi, við ætlum að gera þetta svona aðeins meiri myndugleika á næsta ári og ef að við svona sammælumst nokkur atriði eins og sagt er þá sé ég ekki títil fyrirstöðu.